Ég er sérfræðingur hjá Tækniþróunarsjóði, en ég vil taka fram að ég er hvorki sérfræðingur í gervigreind né í tölvunarfræði, heldur er ég bara venjulegur notandi og því hef ég ekki kafað mjög djúpt í sjálf gervigreindarfræðin. Ég bara svara. Kannski bið ykkur að mjúta því sem eru með. Já, svona, takk fyrir. Þannig að, já, ég get sem sagt deilt þeirri reynslu og þekkingu sem ég hef aflað mér í tengslu við notkun gervigreindar í svona skrifum og ég vona því að eitthvað af því sem ég fjalla hérna eftir komið að gagni. Áður en ég hóf störf hjá Tækniþróunarsjóði starfaði ég við umsóknargerð þar sem ég nýtti mér gervigreind, þannig að ég hef kynnst þessum málum bæði frá sjónarhóli umsækjandans og styrkveitandans. Ég geti veitt ykkur ákveðna innsýn í þessi mál frá báðum þessum hliðum. Í fyrirlestrinum mun ég fjalla gervigreind almennt, hvernig hún getur nýst við styrksumsóknir og ábyrga notkun gervigreindar, auk þess sem að ég mun gefa ykkur góð ráð, en ég mun ekki fara út í það að kenna ykkur á okkur ákveðin gervigreindar-tól í smáatriðum. Hins vegar mun ég sýna ykkur nokkrar grunnaðgerðir í ChatGPT sem er ein vinsælasta lausnin þessa dagana. En flest gervigreindartól eru frekar einföld í notkun og þegar fólk komið með grunnþekkinguna þá virðist vera frekar almennt frekar auðvelt fyrir fólk að tileinkja sér tæknina. En gervigreind hefur verið til staðar í áratugi en nú á allra síðustu árum hefur svokölluð skapandi gervigreind eða generative AI verið að ryðja sér til rúms og mun ég einblína á skapandi gervigreind í þessum fyrirlestri hér. Þróun skapandi gervigreindar hefur verið þessi hröð á síðustu misserum og það er erfitt að fylgjast með öllu sem er að gerast. Þess vegna væri gaman að heyra frá ykkur í lokin, sérstaklega ef ykkur hefur kafað dýpra og það með góð ráð. Það stendur hérna á sér. Svona er það. Við skulum byrja á stóru spurningunni. Er notkun gervigreindar leyfileg í styrkumsóknum og hvert er viðhorf Tækniþróunarsjóðs? Ég get ekki talað fyrir aðra sjóði en Tækniþróunarsjóður setur sig ekki á móti því að umsækjendur nýti sér gervigreind á ábyrgan hátt. Flestir umsækjendur eru farnir að nýta sér þessa tækni að einhverju leyti og hún virðist vera komin til að vera. Ég held að sé engin leið fyrir sjóði að ætla að banna notkun gervigreindar en það væri það mjög erfitt og jafnvel ómögulegt að fylgja slíku banni eftir. Það er ekkert nýtt að umsækjendur sæki sér aðstoð við umsóknargerð. Í gegnum árin hefur það tíðkast að fyrirtæki sæki sér aðstoð frá fagfólki sem sérhæfir sig þá í umsóknargerð og slík aðstoð er hins vegar ekki ókeypis og það hafa ekki allir efni á slíku. En nú er gervigreindin orðin aðgengilegur og ódýr valkostur fyrir þá sem að þurfa stuðning og gæti á vissan hátt jafnað leikinn. Markmiðið með þessari kynningu er að leiðbeina ykkur og fræða ykkur tæknina og kenna ykkur að nýta hana á skilvirkan og ábyrgan hátt. Við hjá Tækniþróunarsjóði viljum fá góðar umsóknir, hvort sem þær eru skrifaðar algjörlega af umsækjendum eða fagfólki eða með aðstoð gervigreindar. Það er fátt leiðilegra en að fá umsókn sem byggir á frábæri hugmynd og hefur alla burði til þess að hljóta styrk en fellur síðan að formkröfum eða fær lága einkunn einungis vegna þess að upplýsingar vantar í umsóknina. En gervigreindin getur aðstoðað við að koma í veg fyrir svona mistök ef hún er notuð á réttan hátt. Markmiðið með þessari kynningu er einnig að leggja áherslu á ábyrgan notkun gervigreindar sem ég mun fjalla betur hérna á eftir. Við viljum alls ekki fá umsóknir sem eru skrifaðar af gervigreind án mikillar aðkomu umsækjenda. Í fyrsta lagi er mjög ólíklegt að slíkar umsóknir hljóti styrk og í öðru lagi sem jaðrar það við að vera óábyrg umsóknargerð. Því er mikilvægt að taka sér tíma í umsóknargerðina og vanda til verks. Leiðir gervigreind til betri umsókna? Stutta svarið er bara já og nei. Það fer eftir því hvernig gervigreindin er notuð.
Það eru nokkur atriði sem maður þarf að hafa í huga við það. Í fyrsta lagi er algjört lykilatriði að kunna nota gervigreind á réttan hátt og skilja hvaða takmarkanir gervigreindin hefur. Og í öðru lagi, ef hugmyndin er ekki nægilega góð eða ef hún fellur ekki nógu vel að markmiðum sjóðsins, þá skiptir engu máli hversu góð umsóknin er að öðru leyti eða hvort gervigreind hafi verið nýtt við umsóknargerðina. Jafnvel þótt hugmyndin sé góð, er ólíklegt að gervigreind skili góðri umsókn án þess að umsækjandinn leggi talsverða vinnu í ferlið. Það sem sagt að stýra gervigreindinni í þá átt sem maður vill að hún fari og útskýra fyrir henni í smáatriðum hverju maður vill ná fram. Í því samhengi er mikilvægt að umsækjendur hafi skýra sýn, þær viti hvað þurfa að koma fram í umsókninni og þeir skilji hvað þeir viti hvað þeir vilji fá út úr gervigreindinni. Og það má skipta umsækjendum í 3 hópa eftir því hvernig þeir nýta sér gervigreindina. Fyrsti hópurinn, hann leggur áherslu á leggur grunninn sjálfur og nýtir síðan gervigreind til þess að betrumbæta og fínpússa textana og umsóknina. Þessir umsækjendur hafa meiri stjórn á orðalaginu og framsetningu frá upphafi en nýta sér síðan gervigreindina sem eins konar ritstjóra. Og þetta er sú leið sem ég kýs helst. Hópur númer 2 lætur gervigreindina búa til frumdrögin út frá upplýsingum sem þeir veita og þeir vinna síðan áfram með textan. Með samvinnu þá við gervigreindina og þá geta þeir þróað og umsóknina áfram. Skilin á milli hópa 1 og 2 eru stundum óljós en margir blanda þessu saman eftir því hvaða kafla er að ræða í umsókninni. Og þriðji hópurinn, hann lætur gervigreindina skrifa nær allan textan og breyta síðan litlu sjálfir. Ég held að þetta sé ekki mjög algengt. Og það mætti segja að þessi nálgun falli undir óábyrga notkun gervigreindar. Ástæðurnar fyrir því eru nokkrar. Helsta ástæðan er sú að hætt er á því að umsækjandinn skili inn umsókn án þess að raunverulega skilja innihaldið. Umsóknir verða að endurspegla raunveruleg áform umsækjanda og það verður að vera raunhæft fyrir umsækjendur að framkvæma verkefnið. Og gervigreindin getur aðstoðað við umsóknargerð á ótal vegu og getur sparað umsækjendum heilmikinn tíma, getur gefið góð ráð varðandi umsóknargerðina og svarað spurningum varðandi reglur og skilyrði sjóðsins. Ég hef mesta reynslu á því að nota gervigreind við textagerð en þá byrja ég á því að skrifa textan en spyr síðan gervigreindina í lokin hvort eitthvað gæti verið skýrara eða hvort eitthvað sé hægt að bæta varðandi orðalag eða setningaskipan. Ég hef einnig nýtt gervigreind til þess að bæta umsóknir efnislega. Gervigreindin getur til dæmis bent á hvort upplýsingar vanti í umsóknina eða hvort ákveðnum spurningum sé ekki nægilega vel svarað. Hún getur einnig komið með uppástungur hvernig hægt sé að útskýra hlutina á skýrari hátt. Gervigreind er hægt að nýta við heimildaleit. Sú lausn sem ég hef notað mest er módelinnan ChatGPT sem kallast Consensus en fjölmargar aðrar lausnir sérhæfa sig í heimildaleit, til dæmis Elicit og Semantic Scholar sem ég hef reyndar ekki notað. En þessi tól geta sparað tíma í gerð verkefnislýsingar og sérstaklega í kaflanum stöðu þekkingar þar sem er oft mikið heimildir. Gervigreind getur aðstoðað við gerð fjárhagsáætlunar, almennar lausnir eins og ChatGPT og Gemini, Claude geta hjálpað til við þetta en það er einnig til fjölmargar sérhæfðar lausnir sem sérhæfa sig þá í fjármálaáætlunum. Hægt er að spjalla við gervigreindina reglur sjóðsins og hvort umsóknin sé í samræmi við reglurnar. Þetta eru bara nokkur dæmi þá hluti sem að gervigreindin getur aðstoðað við. En áður en ég held lengra þá er kannski gott að minnast á það að gervigreindin er ekki eins fær á íslensku, hún er í ensku. Minnst á kosti ekki sem komið er, þannig að ef þið ætlið ykkur að nýta gervigreindina við textagerð, þá er gott að hafa í huga að það þarf að lagfæra textan mikið eftir á. Svo ég fara aðeins dýpra í textagerðina þá
getur textagerðin nýst við, gervigreindin nýst við textagerð á ótal vegu. Hún getur hjálpað við að búa til fyrstu draugatexta og skipuleggja efnið. Hún getur skert orðalag og bætt setningaskipan og flæði, gert texta skýrari, markvissari og auðlesnari. Hún getur greint stafsetningarvillur og ónákvæmni. Ef textin er orðinn of langur, þá getur gervigreindin aðstoðað við að stytta textan án þess að mikilvægar upplýsingar tapist. Hún getur þjappað saman löngum texta í styttri, hnitmiðaðan texta sem að hentar vel þegar maður þarf útdrátt eða samantekt. Gervigreindin getur lagað texta að mismunandi ritstíl. Allt þetta hef ég gert í ChatGPT, einfaldlega með því að copy-pasta texta inn í spjallþjóninn og gefa honum skipanir. Ég hef góða reynslu af ChatGPT hvað varðar enskan texta. Eins og ég minntist á áðan þá er íslenskan ekki eins góð. Það getur vel verið að tól eins og Google Gemini eða Claude séu betri í íslensku en ég hef ekki notað þau nægilega mikið til þess að geta sagt til það. Fjölmörg gervigreindar tól er í boði og þeim fjölgar sífellt. Það sem ég hef mesta reynslu af er ChatGPT en það er fjölhæft verkfæri sem getur gert ótal margt. Vinsæl tól sem eru svipið á ChatGPT eru Google Gemini, Claude, DeepSeek, Microsoft Copilot og Perplexity AI. Síðan er gríðarlegt úrval af gervigreindarlausnum sem eru meira sérhæfðar. Nokkrar sérhæfa sig í styrkumsóknum, þar á meðal Grantable.co og Granter AI, GrantGPT, Granted AI, Grantboost.ai. Ég hef enga reynslu á þessum lausnum þannig að ég get ekki mælt með neinu umfram annað. Margar vefsíður eða gagnagrunnar yfir gervigreindarlausnir eru til, þannig að þeir eru að leita einhverju sérstöku eða sérhæfðu, mæli ég með að þið skoðið þær. Ég setti nokkrar hérna af lista en það eru Future Tools, there is an AI for that, Toolify, Open Tools, Futurepedia og AI Tools Directory. Það getur verið gagnlegt að nota nokkur tól í bland, fagmenn í umsóknargerð nýta oft mismunandi lausnir en þær eru þá sérhæfðar í einhverjum ákveðnum atriðum. Svo ég fari aðeins í grunninn á því hvernig gervigreindinni er stýrt. Ég gerir ráð fyrir að flest ykkar hafi prófað gervigreind en fyrir ykkur sem hafið ekki gert það, þá eru næstu glærur mjög gagnlegar. En gervigreindin virkar þannig að þú átt í samskiptum við hana í gegnum spjallþjón og sendir henni skipanir, eða það sem kallast prompt á ensku. Svona lítur viðmótið í ChatGPT út. Hérna er ég búinn að setja inn skipun sem í þessu tilfelli er spurning. Hún getur hjálpað mér við að skrifa styrkumsókn í styrktarflokknum Sprota hjá Tækniþróunarsjóði. Til þess að senda þessa skipun inn, smelli ég á örina sem er í neðra horninu, vinstra megin, hægra megin segja. Og skipunin getur verið að formi fyrirspurnar eða leiðbeininga. Og í kjölfarið reynir gervigreindin að svara spurningunni eða framkvæma það sem að þú baðst að gera. Hér er ChatGPT búið að svara spurningunni sem ég sendi inn. Það tók bara örfáar sekundur fyrir þetta svar að berast. Gervigreindin segist geta hjálpað við að skrifa styrksumsókn í Sprota og kemur síðan með langan lista af leiðbeiningum hvaða þætti ég þarf að íhuga. Þetta er mjög gott dæmi um það hvernig gervigreindin getur aðstofað. Hún getur leitt þig áfram í ferlinu og hjálpa þér við að setja umsóknina saman, skref fyrir skref. Þú getur síðan spurt nánar út í hvert atriði fyrir sig og það í raun engin takmörk fyrir því hversu djúpt gervigreindin getur kafað. Við umsóknarskrif eru skýrar og nákvæmar skipanir gríðarlega mikilvægar. Því betur sem notandinn útskýrir hvað hann vill, því betri verður útkoman. Og ef ætlunin er að nýta gervigreind við umsóknarskrif, þá krefst það fjölmargra skipana, bæði fyrirspurna og leiðbeininga. Og best er að skipta ferlinu upp í hluta eða þætti, jafnvel eftir köflum, þar sem að skipanirnar byggjast síðan hver á annarri. Leiðir okkur að næsta umfjöllunarefni, sem eru keðjuskipanir eða iterative prompting. Og
Og keðjuskipanir eru oft nýttar í umsóknargerð. Þær felast í því að senda inn ítrekaðar skipanir eða leiðbeiningar sem byggjast hver á annarri til þess að ná fram betri niðurstöðum. Byrjað á því að gefa gervigreindinni almenna skipun. Í umsóknargerð gæti það verið skrifaði frumdrög að styrksumsókn, sem einfalt dæmi, en þá myndið þið láta nauðsynlegar upplýsingar og samhengi fylgja með. Næsta skref væri að lesa yfir svarið frá gervigreindinni og meta hvort það henti umsókninni. Ef textinn eru almennur og of langur eða skortir ákveðnar upplýsingar, þá sendið þið inn aðra skipun til þess að fínstilla útkomuna. Síðan myndu þið næstu skipanir byggja á því að skerpa, útfæra eða endurbæta fyrra svar. Til dæmis gæti skipunin verið gerður textan styttri og skýrari eða lögðu áherslu á nýsköpunarþátt verkefnisins eða endurskrifaði með meiri áherslu á fjárhagslegt gildi verkefnisins, þetta eitthvað slíkt. Þetta ferli heldur síðan áfram þar til textinn er orðinn nákvæmlega eins og þið viljið hafa hann. Og í þessu getur falist talsverð vinna. Umsækjandinn þarf að veita gervigreindinni upplýsingar hugmyndina, forsendur hugmyndarinnar og fræðilegan bakgrunn. Og einnig er nauðsynlegt að gefa henni upplýsingar sjóðinn og styrktarflokkinn sem þið eruð að sækja styrk í. Þar á meðal reglur og skilyrði styrktarflokksins. Sumt af þessu eins og upplýsingar sjóðinn getur gervigreindin sótt sjálf í gegnum netið. Og þegar gervigreindin notuð við umsóknargerð best að röð skipana sé rökrétt og ef engin skýr stefna eða samhengi á milli skipana hætta á að textinn verði ósamræmdur og ómarkviss. Góð regla að niðurstaðan úr einni skipun sé nýtt sem grunnur fyrir það næstu og þannig koll af kolli. Þá komum við inn á annað mikilvægt atriði og skipanir ekki eina leiðin sem þið getið notað til þess að miðla upplýsingum til gervigreindar. Margar gervigreindar lausnir, þar á meðal ChatGPT, Microsoft Copilot og Google Gemini, styðja nú við innlestur skjala sem að gera notendum kleift að vinna með lengri og flóknari gögn. Það er sem sagt hægt að deila mikilvægum gögnum með gervigreindinni með því að hlaða upp skjölum eins og regluhandbókum, verkefnisgögnum og þess háttar. Þetta er einnig hægt að gera upp að ákveðnu marki í gegnum skipanir en oft er betra að gera þetta með því að hlaða upp skjölum. Við bara passið að deila ekki neinum viðskiptaleyndarmálum þar sem að ekki hægt að ábyrgjast það að ChatGPT haldi þeim fullkomlega leyndum. Í ChatGPT þá hlaðið þið inn gögnum með því að smella á plúsmerkið þarna í viðmótinu. Hér er ég til dæmis búinn að hlaða upp regluhandbók fyrirtækjastyrkja í Tækniþróunarsjóði. Þarna var einnig hægt að setja inn upplýsingar verkefnið eða hugmyndina. Einn kostur þess að vera komin með regluhandbókina þarna inn að ég geta spurt gervigreindina út í reglurnar. Þarna hef ég til dæmis sett inn spurninguna geta með umsækjendur í styrktarflokknum sprota þegið hluta af styrkupphæðinni ef þeir eru skilgreindir sem stórt fyrirtæki. Síðan sendi ég fyrirspurnina inn og þá les gervigreindin reglurnar og kemur með svar. Svarið þarna frá ChatGPT hárrétt, nei, með umsækjendur í styrktarflokknum sprota sem flokkast sem stór fyrirtæki geta ekki þegið hluta af styrkupphæðinni. Þetta er gríðarlega hjálplegt en ég bendi ykkur samt á að gervigreindin getur gert mistök, sérstaklega ef upplýsingar eru í töflum í PDF-skjali. Dæmum slíkt tafla í regluhandbókinni yfir lágmarks mótframlag fyrirtækja í styrktarflokknum vexti. Í því tilfelli mæli ég með að þið skoðið regluhandbókina frekar en að reiða ykkur á gervigreindina. Og hægt að breyta stillingum í ChatGPT til þess að laga svör gervigreindarinnar að þínum þörfum, hvort þú vilt fá ítarleg stutt eða formleg svör. Einnig getur beðið að svörin séu rituð á einfaldan og skýran hátt eða í ákveðnum stíl eða ákveðnu tungumáli. Ég til dæmis með stillingu hjá mér sem tryggir það að í hvert skipti sem ég bið ChatGPT að bæta texta þá ritstílinn alltaf sá sami og þetta gerði ég með því að útskýra fyrir ChatGPT nákvæmlega hvaða ritstíl ég kýs og með því að setja þessar leiðbeiningar inn í stillingar þá þarf ég ekki að útskýra það í hvert einasta skipti sem ég bið gervigreindina að fínpússa texta. Og þetta er hægt að gera með því að smella á prófílmyndina þá
prófílmyndina ykkar, þá kemur upp listi og á listanum valmöguleiki sem kallast Customize ChatGPT. Svipaðar stillingar eru einnig til staðar í öðrum gervigreindarlausnum eins og Gemini og Claude. Og innan ChatGPT einnig hægt að búa til sérsniðin GPT-módel sem eru enn öflugra verkfæri, en þið getið til dæmis búið til módel sem sérsniðið að umsóknargerðinni með því að hlaða inn gögnum og upplýsingum sjóðinn og verkefnið sem umsóknin á að byggja á. GPT-módelið getur þá lesið og vísað í þessi gögn þegar það svarar spurningum eða öðrum skipunum. Og þið getið sett inn ýmis gögn þarna, til dæmis upplýsingar styrktarsjóðinn, matsviðmið, regluhandbók, upplýsingar umsækjanda og hugmyndina, óskir varðandi stíl og orðalag og svo framvegis. Og þetta gert með því að smella á Explore GPTs sem í hliðarstikkunni. Þá opnast síða sem nefnist GPTs og til þess að búa til nýtt módel smellið þið á plus Create í hægra horninu á skjánum. Og næstu skref eru mjög einföld. Þetta er sem segir sig svolítið sjálft þegar þið farið og vinnið í þessu. Gervigreindin ekki fullkomin. Það eru ákveðnar takmarkanir sem umsækjendur þurfa að hafa í huga. Í fyrsta lagi útkoman ekki alltaf nákvæm eða viðeigandi. Gervigreindin getur til dæmis búið til efni sem hljómar sannfærandi en ekki alltaf rétt. Fullyrðingar geta verið ónákvæmar eða of almennar. Nákvæm lýsing á verkefninu þarf því að koma frá ykkur eða þeim sem þekkja það best. Ofskynjanir geta verið vandamál, til dæmis það sem gervigreindin vísar í rannsóknir sem ekki til eða rangtúlkar gögn. Þetta hefur verið að minnka samt. Gervigreindin að þróast, þannig að þetta ekki alveg eins mikið vandamál og var í byrjun. En samt sem áður alltaf mikilvægt að umsækjendur yfirfari texta og sannreyni allar upplýsingar og staðreyndir áður en umsóknin send inn. Og gervigreindinni vantar oft dýpri skilning á markmiðum styrkveitanda og umsækjanda sem lykilatriði í sannfærandi umsókn. Að vissu leyti hægt að komast hjá þessu með því að veita þessar upplýsingar fyrirfram. Þó gervigreindin geti orðað hlutina vel, þá getur stundum átt erfitt með að fanga sérstöðu verkefnisins og þetta þarf að horfa svolítið á þegar maður að nýta gervigreindina í umsóknargerð. Gervigreindin þjálfuð á fyrirliggjandi gögnum sem þýðir að hún endurspeglar það sem hefur verið gert áður á heimsvísu. Þó að hún geti hjálpað við orðalag og skipulag og fínpúsun hún kannski ekki endilega fær að hugsa út fyrir boxið. Hún vinnur sem sagt út frá þekktum ramma og með þessi fyrirliggjandi gögn, þannig að þegar kemur að algjörlega nýjum hugmyndum í nýsköpunarverkefnum sem hafa ekki verið útfærðar áður, þá gæti gervigreindin átt erfitt með að veita frumlega innsýn í það. En það gott að hafa það í huga. Og ef þið eruð að skrifa inn umsókn í nýsköpunarsjóði eins og tækniþróunarsjóð, þá mæli ég eindregið með því að hugmyndir að nýsköpunarverkefnum komi frá ykkur sjálfum og að gervigreindin sé aðeins nýtt sem stuðningstæki til þess að fínpússa, skipuleggja og lagfæra. Ég minntist á það hér áðan að ábyrg notkun gervigreindar væri mikilvæg. Hvað ábyrg notkun? Í fyrsta lagi það gegnsæi. Við hjá tækniþróunarsjóði gerum reyndar ekki kröfum að umsækjendur opinberi höfund eða höfunda umsóknar, en aðrir sjóðir gætu verið með aðrar kröfur. Gegnsæi hins vegar mikilvægt þegar kemur að notkun hins opinbera á gervigreind. Þannig að þegar tækniþróunarsjóður byrjar að nýta sér gervigreind við mat á umsóknum í framtíðinni, þá mikilvægt að það sé opinbert hjá okkur hvenær og hvernig hún sé notuð í matsferlinu. Í umsóknargerð ætti gervigreindin að vera stuðningstæki en ekki koma algjörlega í stað umsækjandans. Þetta tengist næsta atriði sem líklega hvað mikilvægast þegar kemur að ábyrgri umsóknargerð. Það sem sagt að umsóknin þarf að endurspegla raunverulega áform og getu umsækjanda. Það þarf að vera raunhæft að hægt sé að framkvæma þær áætlanir sem koma fram í umsókninni.
Ef gervigreindin notuð óhóflega mikið við umsóknargerð hætta á að umsóknin eða jafnvel sjálf hugmyndin þróist án aðkomu eða ákvarðana umsækjandans og verði einfaldlega óraunhæf. Og þetta getur haft áhrif á mat hjá fagráði og minnkað líkur á styrkveitingu. En ef svo ólíklega vill til að einhver svona umsókn sleppi í gegnum matsferlið og hljóti styrk, þá getur verið ákveðin hætta af því að verkefnið gangi ekki upp. Þess vegna hvetjum við hjá Tækniþróunarsjóði umsækjendur til þess að senda inn vandaðar og vel ígrundaðar umsóknir. Og ef gervigreind nýtt við umsóknargerðina þá leggjum við áherslu á að hún sé nýtt sem stuðningstæki, sé ekki ofnotuð. Þá þakka ég fyrir mig og þá bara opið fyrir spurningar og umræður. Höfum við ekki tíma í það? Jú, alveg, við höfum klukkan 12:30, þannig að það bara fínn tími í spjall og umræður. Ég vissum að það fullt af spurningum. Takk allir fyrir þetta. Ég myndi kannski vilja byrja á að spyrja, af því þú segir að hún sé betri gervigreindin á ensku. Gæti ég sent inn umsókn á ensku til Tækniþróunarsjóðs? Já, það er leyfilegt að senda inn á ensku. Ok. Það getur verið, íslensku eða ensku. Betra að hafa það annarkvort bara allt á ensku eða allt á íslensku. Ekki vera að blanda því saman. En eins og þú segir, hún betri á ensku eins og Já, hún betri á ensku. Ég nota hana samt líka ég að vinna í íslensku, en þá bara þarf ég að lagfæra meira eftir á. Hljómar stundum svolítið skringilega að maður kemur út úr henni á íslensku. Já. En og annað kannski sem snýr að Rannís, sjáu þið fyrir ykkur að þú nefnir að náðan að þið séu að skoða, stutt í það að þið notið gervigreindin alltaf í mat á umsóknum? Aðal vandamálið umhugsunarefnið þar að þetta allt saman trúnaðargögn sem við erum að vinna með, þannig að við getum ekki nýtt okkur ChatGPT til dæmis, en í framtíðinni þá sjáum við fram á það að vera þá bara með okkar eigin gervigreind innan Rannís sem þá bara lokuð. Þá erum við ekki að deila neinum trúnaðargögnum með einhverjum öðrum og það bara, ég held að sé nánast bara öruggt að það muni gerast einhvern tímann í framtíðinni. Þetta er ekki byrjað, en við erum byrjuð að hugsa þetta og velta fyrir okkur hvernig hægt sé að útfæra þetta. Ég veit ekki nákvæmlega hvenær þetta gerist, en hugsanlega á næstu árum, næstu 3 árum. Jæja, gott fólk, eru ekki með einhverjar spurningar handan alla? Ég geti spurt beint hér eða senda á spjalli, bara sem hendar ykkur best. Ég með eina spurningu. Já. Og það varðandi, það kannski tengist ekki alveg beint, en oft í svona nýsköpun þá verið að sækja líka einkaleyfi. Hægt að nota gervigreindina til þess að skrifa eða aðstoða sig við að skrifa kröfur í einkaleyfisumsókn? Já, það hægt. Og eitthvað tól sérstök til þess, eða bara í lagi að nota ChatGPT? Það hægt að nota ChatGPT til þess og getur hjálpað við það. Það bara spurning hversu miklu þú vilt deila. Það gervigreindinni, ég held að það sé nú ekkert vandamál. Þeir segja það hjá ChatGPT, þeir sé nú ekkert að þjálfa gervigreindina á þeim upplýsingum sem það verið að setja inn, en taka ekki algjörlega fyrir það verði í framtíðinni nýtt. Það er svona umhugsunaratriðið kannski. Já, ég myndi mér að geta kannski verið viðkvæmt fyrir frumkvöldar sem eru kannski með nýja viðskiptahugmynd og vilja passa upp á hann og sérstaklega menn að sækja einkaleyfi menn kannski vilja fara varlega. Ég finnst það samt hæpið að það sé einhverju stólið í gegnum ChatGPT, en það er ágætt að hafa það í huga. Takk. Ok, það er spurningin á spjallinu, getur fólk ekki nýtt sér málfríði og málin til að fínpúsa texta og þýðingar? Fyrirgeðu, ég náði þess ekki alveg. Getur fólk ekki nýtt sér málfríði og málin til að fínpúsa texta og þýðingar? Sem sagt málfríði, er það... Já, ég reyndar kannast aðeins, ég hef notað málfríði. Já. Svona aðeins að prófa hana. Ég kannast ekki við það.
Málind er með Já. þessa lausn. Mér finnst hún ennþá sko svolítið takmörkuð en ég nota hana í svona grunn kannski prófarkalestur en það dugar ekki eitt og sér. Það þarf samt líka að lesa yfir textan. Það er bara mín reynsla. Er það þá Og já, lausn sem er sérhæfð í íslensku? Já. Já. Lesa yfir íslenskan texta og þetta er að kaupa sem sagt aðgang að henni. Já. Gott að vita En því. já, hérna er spurning um upptöku. Já, við erum að taka upp erindið þannig að það verður aðgengilegt og glærurnar líka. Einhverja fleiri spurningar? Já, ég kannski meina, Rúnar Matthíasson, heyrðu í mér? Já. Ég misti af byrjuninni hjá okkur en ég er svolítið forvitin með bara svona viðhorf þeirra sem væri að fara yfir umsóknir. Að það gæti alveg verið svona að maður þjálfist í því að sjá hvað er búið til að gervigreind, að þetta verður svolítið svona fínpúsað svolítið og hvað er svona ennþá mannleg umsókn ef ég orðarlega haldið að sé eitthvað svona bæjas á því að menn velji frekar það sem er mannlegt frekar en það sem er gert að gervigreindinni því það hefur smá svona keim af leti að velja gervigreindina umfram að skrifa þetta sjálfur. Sko það á ekki að vera neitt bæjas en oft er það þannig að ef það er augljóst að gervigreind hefur verið notuð þá er umsóknin bara ekki nógu vel unnin. Sko en það er alveg ég held að fagráð sé almennt bara mjög jákvætt og fegið ef umsóknir koma skýrar og vel skrifaðar og það er svona kannski ákveðin kunst og ákveðin list að skrifa umsóknir með hjálp gervigreindar sem að hljóma ekki eins og gervigreind hafi skrifað það. Það er hægt að gera bara í ChatGPT með því að stilla af sem sagt bara ritstílinn og ég tala ekki að lesa yfir eftir á og aðeins að Já, það er alveg fatalt að nýta sér þetta á þess að lesa yfir, maður þarf vel bara að nýta þetta sem ritara og fá textan fram og svo leiðrita og endurbæta og vinna þannig með gervigreindin og spara sér pikkið og lyklaborðið sko, það er svona það sem að ég leitsettur að gera. En við erum ekki með neina reglur sem að segja það hjá Tækniþróunarsjóði að gervigreind sé ekki leyfileg. Nei, virkilega. Takk fyrir það. En það er bara mjög ákveðin áhætta hætta af því að þegar fólk nýtir sér gervigreind það leggi ekki nógu mikla vinnu í ferlinu. Þá bara verður hún ekki eins góð hún gæti verið. Ég kannski með eina pælingu bara en ekki kannski beint spurningu þegar að við erum komin á þann stað að gervigreindin er að skrifa og svo er gervigreindin að lesa yfir líka. Hvað kemur út úr því? Það getur verið mjög gott. Ég reyndar hef ekki nýtt með gervigreindina mikið í því að skrifa alveg frá grunni, yfirleitt byrja ég á því að skrifa sjálfur. Og þá þarf ég ekkert að vanda mig að skrifa, ég bara reyna að koma þessu frá mér sem ég ætla að segja og síðan nota ég gervigreindina til þess að fínpússa og lagfæra textann, þannig að merkingin er sú sama. Og svo í lokin, sérstaklega í styrksumsóknum, það getur verið mjög gott að láta gervigreindina skoða umsóknina og það getur hann bent á hvort einhverjar upplýsingar vanti eða að koma með svona gagnrýni. Þannig að ég held að útkoman í slíku ferli geti bara orðið nokkuð góð, að því gefnu að umsækjandinn leggja líka vinnu í ferlið. Já, ég var líka að velta fyrir mér þegar hún er orðin partur af fagráði og er að lesa yfir umsóknir sem eru, já. Hún skrifar annars vegar og þetta er bara áhugaverð pæling. Ég held að gervigreindin muni aldrei verða, allavega ekki á allra næstu áratugum. Maður veit aldrei, en ég finnst það ólíklegt að gervigreindin taki algjörlega yfir fagráðið. Ég held að fagráðið muni frekar nota hana sem stuðningstæki. Það kannski rent í gegnum gervigreind fyrst og hún kemur með eitthvað ákveðna punkta. Og fagráðið síðan, mannlega fagráðið færi síðan yfir það og myndi spara þeim ákveðin tíma. Þannig að það er ákveðin hætta náttúrulega með í þessari byltingu að það verður bara svo auðvelt að skrifa inn umsóknir að við munum fá miklu fleiri umsóknir inn. Þá þurfum við einhvern veginn að hagræða, gera ferlið skilvirkara okkar megin og þá liggur beinst við að taka upp gervigreind. Já, og hjálpa okkur sem stuðningstæki.
Það gaman að pæla í þessu. Og takk fyrir góða fyrirlestur. Takk. Hér líka spurning, það reynda verið að spyrja hann hvort þess að nota önnur orðasöfn þá varandi texta eins og málið.is eða annað slíkt. Eða getur gervigreindin kannski ekki leitað eða skilið þannig form? Þannig að málið sem sagt hvernig... Ég þekki það ekki nógu vel, sko. Nei. Ég þekki það ekki. En það hægt að hlaða upp samt alls konar upplýsingum inn í ChatGPT. Það kemur stundum á óvart, sko, hvað það skilur. En auðvitað eins og kannski spurningin það varandi bara textan sjálfan og gæði hans. Sko, íslenskan alveg þokkaleg í ChatGPT, er það ekki? Sko, jú, já og nei, það koma stundum villur sem að ég skil bara ekki hvernig sluppu í gegn. Já, ok. En það þá alltaf möguleiki að nota málfríð eða önnur málgögn sem að að leita og skoða svona texta. Þannig að ég þekki ekki alveg hvernig tengingin á milli ChatGPT, hvort það sé eitthvað bein en það. Sko, margir sem að vinna í styrksumsóknum, þeir nota mörg tól í bland. Þannig að tólin með mismunandi styrkleika, nýta kannski ChatGPT í eitt, færa síðan textan inn í eitthvað annað tól, þá geti það verið málfríður og málfríður geti þá laga textan. Þannig að þetta gert svona oft sitt á hvað. Og þú sérhæft tól þá til þess að ná einhverju sérhæfðu fram. Akkurat. Einhverja fleiri spurningar? Endilega notið tækifærið og dælið á hann. Ég með eina spurningu Geir hérna. Það oft sem má líka senda inn myndbönd með umsóknum til að skýra betur einhver tæknileg atriði. Hvernig að nota gervigreind til þess að búa til slík myndbönd að það nú orðið hægt í dag? Það er hægt og það er leyfilegt. Þetta er náttúrulega bara spurning hversu skýrt myndbandið og hvaða upplýsingum tekst að koma framfærið þar. Og sjáu þið hvort að fólk sé farið að nota slíkt eða? Ég hef nú ekki séð það en ég held að það sé örugglega raunin að einhverju sé að byrja á því. Takk fyrir. Fleiri spurningar? Talandi myndbönd, mér fannst það var áhugaverð umræða, ég veit ekki hvort við séð þættina á RÚV matamenningu Íslands, en þar verið að nota gervigreindamyndir og það komið gagnrýni þar sem að þær ekki allstaðar sögulega réttar og skorti samhengi, þannig að það að ýmsu að huga. Það þarf svolítið að hafa það í huga að gervigreindin náttúrulega þjálfuð á fyrirliggjandi gögnum og hún kannski ekkert með mikið af einhverjum fyrirmyndum svona úr sögunni íslenskri matamenningu, þannig að það kannski kemur ekki óvart að myndböndin sé ónákvæm. Eða myndirnar sem komu í þessum þætti. Hér var einhver sem setti inn texta varðandi sem sagt að nota gervigreindina fyrir einkaleyfi og það sé vond hugmynd. Já. Það sem að það skorti sem sagt djúpa þekkingur raun og veru á lögfræðilegum rökstuðningi. Þetta á ensku AI lacks the depth, legal reasoning and strategic thinking required to craft claims that avoid prior art while maintaining enforceability. Og svo framvegis. En þetta kannski eitthvað sem bara á eftir að koma í ljós. Já, það að gera að prófa sig áfram bara. Svo örugglega einhver lögfræði tól til líka. En þetta kannski bara, segja manni að það sé mikilvægt einmitt að það síðan alltaf að lesa yfir eins og segir og ekki taka, þú þarf líka að doppeltjekka tilvísanir í heimildir og annað. Þú á endanum þarft að taka ábyrgð á því sem þarft að senda inn. Einmitt. Ekki treysta alfarið á gervigreindina. Mér langar kannski að spyrja líka, einhverju inni sem að hafa notað gervigreindina í styrkumsóknum þegar? Já, ég hef gert það, töluvert. Og hvernig hefur gengið? Bara mjög vel og sérstaklega einhver kannski verkefni sem maður veit
ekki það mikið sjálfur sem ekki þitt yndlingsverkefni, heldur einhvern hlut sem þú veist ekki mikið þá einmitt gott að geta sagt gervigreindinni eða gefið henni svona grófa lýsingu á því hvað það sem þú vilt ná fram og biðja hana að skrifa betri texta í kringu það. Ég hef verið að nota stundum að setja inn hlekki á greinar eða svona önnur svona eitthvað sem að tengist umsókninni og þá hún að nýta sér upplýsingar þaðan. Já, ok. Ég held það sem hefur eiginlega bara best virkað að prófa sig áfram og byrja smátt og læra á hana. Það einhvern bara svona hands-on lærdómur í gervigreindinni finnst mér bara bestur. Akkurat. Þarna var einhver annar sem hafði prófað? Já, þá eru tvisvar hef ég prófað þetta, þá bara tók ég í rauninni, ég var annars vegar með það sem að ég vildi gera, lýsingu á verkefninu mínu sem bara texti og hins vegar formið sem ég þurfti að fylla út og hún gat náttúrulega ekki lesið formið eins og formið heldur bara textan úr því en ég baði hana svona eftir hennar bestu getu að fylla út miðað við mína verkefnislýsingu og svo tók ég þann texta og fyllti inn í formið sjálft sem var á netinu. Þetta var reyndar 2 ólíkar umsóknir og svo las ég náttúrulega bara mjög vel yfir. Ég fór ekki í ítrunarferli eins og hann var að útskýra á hann sem mjög sniðuglaust líka væntanlega. En ég bara tók það sem hún sendi mér og lagaði það. Eins og notaði mína eigin greind. Já, og varstu þá að nota ChatGPT og þið bæði? Já, í bæðiskiptin. Ok. Einhverju inni nota önnur tól? Mér langaði bara að íta undir líka það að maður verður að lesa vel yfir það sem að gervigreindin skrifar og maður getur tekur oft svona nokkra tilraunir að fá textan sem þú virkilega vilt. Þetta verður svona svolítið samtal við gervigreindina að leiða hana áfram til að fá texta sem þú vilt. Ok, frábært og hérna líka einhver búinn að henda inn í gervigreindina að hún getur sótt upplýsingar eins og frá máli.is til að tryggja rétt málfar, þannig að frábært, flott að fá þetta. Þannig að endilega skoði máli.is. Það hérna stofnun Árna Magnússonar sem með það og að gera frábæra hluti. Einhverja fleiri spurningar? Þá kannski bara ætla ég að sleppa ykkur og takk bara kærlega fyrir Atli, þetta búið að vera mjög áhugavert og ég hugsa að við fáum svo annað fyrirlestur þar sem kannski að fara dýpra í hlutina, þetta á mér að hugsa sem inngangur fyrir ykkur og ég hvet ykkur til þess að bara eins og einhver nefndi bara prófa ykkur áfram og byrja smátt og sjá hvað þið komist langt og endilega líka bara heyrið í ráðgjöfum á ykkar landshluta ef þeir þurfi aðstoð og já, þá bara segir þetta gott í dag. Takk allir og takk allir. Bless, bless. Takk sömuleiðis. Bless, bless. Takk kærlega, bless, bless. Takk kærlega, bless.